Já, við höfum ekki alveg sagt skilið við áfengisumræðuna. Við vorum í síðustu viku dálítið að fjalla þá ákvörðun Hagkaupa að fara að selja áfengi, mjög umdeild ákvörðun. Manni skilst að sumir viðskiptavinir búðarinnar séu hættir viðskiptum, en öðrum finnst þetta hið besta mál. Hingað kominn Árni Guðmundsson, félagsupppeldisfræðingur. Vertu velkominn, Árni. Takk fyrir. Sko, þú ert maðurinn sem kærðir sjálfa þig eftir áfengiskaup, ekki satt? Jú. Geturðu aðeins svona bara rifja þá sögu upp fyrir áhorfendum og hlustendum hvenær þetta var og hvers vegna þú gerðir þetta? Sko, það er þannig, sko, ég er líka formaður foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum og það eru samtök sem við stofnum fólk úr æskulýðsbransunum, sáu það var verið að sko auglýsa áfengi sem ólöglegt og annað slíkt, þannig við fórum inn í það allt saman og þetta var svona undir og ofan að sig og svo er þetta auðvitað búið að vera dálítið barátta en þannig var að það var búið að kæra þetta sölu fyrirkomulag, þessar erlendu netsölu innan gæsalappa og það skeði ekki neitt, það bara var eins og væri bara eitthvað tómarum og reyndar var forsagan sú að það er sem sagt ÁTVR kærir netsölu sem er síðan vísa frá að því að ÁTVR var ekki aðili máls. Það er að segja, það er engin efnisleg niðurstaða og eðli málsins samkvæmt þá var því máli áfrýjað en þá brást þáverandi fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson, hann brást ókvæði við og sagði að þetta væri bara fínt, það væri búið að fá niðurstöðu og svo framvegis og allur áfengisbransinn andaði léttar vegna þess að þeir vilja þetta ekki efnislega niðurstöðu í málið og þarna fóru alveg gulli tækifæri til þess að fá niðurstöðu Landsréttar eða Hæstaréttar eftir því sem og það eru þetta til dómafordæmi svona fyrirkomulega í Svíþjóð og allt þetta en það er önnur saga. Það skeður eiginlega ekki neitt og þá fórum við að hugsa sko hvernig er hægt að hreyfa við þessum málum og það endaði með því að ég ákveð að eiga ólögleg viðskipti vitandi vits og ég versla bara við tvær erlendar netsölur innan gæsalappa og ég passaði mig á því í báðum tilfellum keypti ég íslenskt áfengi. Þannig að það þurfti þá að flytja áfengi út fyrst með öllum tollapappirum til að flytja það inn til að ég geti þá keypt all enga afnota. Auðvitað lá alltaf ljóst að langbesta leiðin í þessum viðskiptum var auðvitað að labba 300 metra í næstu áfengisverslun og kaupa tiltekið áfengi þar. En allavega ég ger þetta allt saman, kaupið þetta og hérna panta og það var dálítið athyglisvert vegna að ég kaupi áfengi frá Akureyri og það tók sko að afgreiða frá Akureyri, komaði til Frakklands í höfuðstöðvar fyrirtækisins, erlendu netsölunar og aftur hingað heim og græja tollapappíra. Það tók 35 mínútur og þá fór ég að hugsa sko þetta er náttúrulega heimsmet, alls konar heimsmet en eitt er Nóbelsverðlauna hæft, það er sem sé hraði í flutningum sem þessi fyrirtæki virðast búa yfir. Það er að segja geta komið vöru á svona tæplega 10.000 km hraða sem er einstakt og mjög stað að þeir sem eru í svona viðskiptum ættu að deila þessari stórkostlegu vísindaniðurstöðu með okkur hinum. Ég vinn sjálfur í háskólaumhverfinu og ég veit að svona uppgötvun hún væri happafengur í öllum vísindagreinum. En öllu því slepptu þá passaði mig því öllum þessi ferli þá er ég með alla pappira. Ég sem sagt er með nótur, ég er með áfengið, þetta er allt saman skjalfest hjá mér og ég fer bara rakleiðis upp á lögreglustöð með áfengið sem þeir haldleggja og ég er þar með bréf sem ég játa á mig þessi lögbrot, augljósu lögbrot og það er allt tilbúið. Hvað er langt síðan? Þetta er orðið ár, þetta er desember í fyrra, það er að vera komið ár. Og ég heyri hvorki, ég hef svona stundum sendt post til lögreglunnar og spurt frétta mínum málum. En það er bara, ég fæ ekki eins og svör, þannig að nú er ég að fá vin mér lögfræðing til þess að athuga hvort hann er ekki til að eiga samskipti þá fyrir í mína hönd vegna þess að mér finnst óþægilegt sem svona löghlýðin borgar öll í öfnu að vera með einhver óuppgerða sakir í kerfinu. Svo hefur maður þetta velt fyrir sig sko, þetta er komið langt út fyrir það sem maður myndi kalla verkvíða. Það er að segja ég legg algjörlega gögnin í höndum á lögreglunni, það er alveg skýl og sjátning, það er öll sönnugögn, það er haldlagður ólöglegur varningur. Þetta er allt saman á borðinu og þá fer maður að velta fyrir sig sko, hvaða tregða er þá í kerfinu, hvaða tregða er á bakvið þetta.
engin rannsóknarvilji. Nei. Og kann að vera að einhverjar pólitískar ástæður séu á bak við það? Ég hef verið að velta stolti fyrir mig, því að í raun og veru leið og ég gerir dómsátt eða settur í steinu eða hvað sem verður gert við mig, ég bara muni huna þeim niðurstöðum sem að yfirvöld munu taka, að þá fer ég að velta því fyrir mér leið og það er hérna búið að ganga frá því, þá búið að samþykja það að þetta sé ólögleg starfsemi. Og þá verður maður auðvitað líka velta fyrir sig með kerfi, hvaða brjálagslega tregða það í þessu kerfi. Að hugsa þetta augljósa mál með kæruna sem ÁTVR núna loksins komin í ákæruferli, að þetta ekki 4 ár, 12-1300 daga. Mér finnst þetta alveg einstaklega sérstakt. Síðan upplifur það í síðustu viku að þetta hagkaupsskref tekið ofan á annað. Já, sem bara, hagkaup náttúrulega fyrirtæki sem á sess í hjörtu þjóðarinnar. Hagkaup ekki einhver bílskúrsali út á Granda sem agreiðir út einhverja bílskúrsurð eða landasala. Þess vegna finnst mér alveg óbóðslega skrítið að Hagkaup sem lífeyrissjóðir og við eigum, ég og þú eigum þetta fyrirtæki, að þeir skuli ganga fram fyrir skjöldu, hefja áfengissölu í hverfi sem til dæmis það er mikil unglingasöfnun í Skeifunni, talandi ástandi unglingamnum. Þá verður maður að velta fyrir sig hvaða tegunda rugli þetta eiginlega hjá þessu fyrirtæki. Hvar eru einhverjar siðlega forsendur til dæmis virðinga hvert lögum? Forstjóri Hagkaupa, hann sagði bara einhverju viðtali að hann nennir ekkert að bíða eftir að lögin breytast. Og þá fer ég velta að byggja samfélag upp á því að mér finnist eitthvað og þá sé það bara. Og þá veit ég ekki hvort við getum kallað þetta einhvers konar dólgakapitalismi eða eitthvað, en við getum auðvitað ekki byggt samfélag á þessu. Það er bara ekki hægt. Og ef við ætlum að byggja alla samfélagsgerðin á því að mann fari bara sinni fram, þá verður þetta samfélag sem enginn vill lifi. Ég skrifaði fréttaskýringaröð í Fréttablaði fyrir nokkrum árum, þar sem að framkom að eftir runni glæsilegt starf, forvarnastarf og það hvernig við höfum haldið á okkur málum í forvarnarlegu tilliti sem hefur til dæmis nánast útrýmt unglingadrykkju og svona gert Ísland sumpart að ábyrgari stað, þá svona margt sem bendir til þess að núna síðustu árum hafi verið bakslag. Mér minnir að það hafi komið fram í þessar úttekt að opinber útgjöld til forvarna þau hafi verið lækkuð töluvert. Finnst þér að við séum að kljást við eitthvað svona áfengisdýrkunar andrúmsloft núna? Já, og þetta líka bara, því nú minn bakgrunn, ég svona maður sem fór inn í félagsmiðstöð 11 ára gamall, hefur ekkert farið út úr þeim geira, þannig að minn bakgrunn eru félagsmiðstöðar og þessi ófélagsbundna æska og allt það yndislega sem skeður í, allt þetta fallega sem á sér stað í umhverfi æskunar, öll þessi menningarstar sem allt þetta, þar líka mínar rætur, og ég man til dæmis bara í kringum 90 og eitthvað, þá var mjög erfitt ástand í áfengismálum og það var líka ofbeldi. Og þá tóku sér bara allir saman og það var farið í gang með alls konar hluti sem var ekki kannski bein herferð, heldur að breyta bara dálítið, þetta var ekki eins og fólk sem fyrir megrun alltaf að missa 5 kíló á 2 vikum, heldur var þetta svona, við þurfum að breyta þessar hugsun, við þurfum að hugsa þetta og foreldrasamstarf, íþróttirnar og allt þetta félagsmiðstöðvarnar og það verður til íslenska módel sem hefur virkað. Núna eru vísbendingar allt aðra þróun og það er algjörlega vísbendingar það var engin, þetta er auðvitað alveg hörmulegir atburðir sem átt sér stað meðal unglinga. En eins og það er sorglegt, þá verðum við líka lítið á það er ekki einhver hlut sem dettur niður bara af himninunum eins og þrumur úr heiðskjuru lofti. Ég hef sjálfur orðið var við það til dæmis að það er svona 2-3 ár síðan að byrja að bera á 2-3-4 ár sem byrja að bera á unglingasöfnun. Ofta á óæskilegum stöðum eftir hlé. Já, eftir mikið hlé eftir mjög gott ástand og þá er það þannig að það eru búið að draga niður þjónustu félagsmiðstöðvar sem er ekki gott vegna þess að þó að Excel menn og konur og kvár á skrifstofum fá einhverja niðurstöður í Excelin, þá er það þannig að unglingar bara hverfi ekki, þau fara bara annað. Þannig að það er alls konar svona þættir og svo er hinn þátturinn að ungmenn í dag þau fá ekki frið fyrir markaðsöflunum. Þá er ekki bara að tala áfengismálin,
heldur að tala um þess að við getum séð bara nikotínpúðana, við getum séð orkudrykkjuna og við getum séð alls konar varningur þar sem að unglingar eru sérstaklega skotmark algjörlega og sérstaklega sko áfenginu og slíku, þannig að það er þannig að þessi árangur sem við erum búin að ná sem er kannski 40-50 ára að vinna hann er sko komin í svona dottla hættu og það er raun og veru þannig, ég hef sagt að forvarnir eru ferskvara. Það þýðir ekkert að ef maður nær árangur með einhvern ákveðin aldurshóp, þá verður að halda áfram. Og ég held að sá hópur sem eru foreldrar og unglingar í dag, það er hópur sem er að alast upp við mjög góð skilyrði. Og hefur þessin ekki kannski, ég ætla ekki að segja kannski skilning, en þekkir ekki ástandið eins og mín kynslóð þekkti. Og okkur hefur missafnast einhvern veginn að tengja kynslóðarnar og það gerir það verkum að margir sjá ástandi núna ekki alveg eins alvarlegum augum og við hinn vegna þess að þetta allir með að selja áfengi alls staðar, þetta með að leyfa áfengisauglýsingar, að ýta veipinu og nikótínpúðum á börnum, það hefur vissulega áhrif. Menn eyða gríðarlegum pening í að koma þessu á markað og þessna er svona ákveð grandvarleysi. Þetta er ekki að því að fólk sé ekki gott við börnin sem eru auðvitað vísfjarri, það er allir, maður sér þetta yndislega samband foreldra og barna, en það er einhvern veginn þannig að einhvern veginn fá þessu öll frið og það er alltaf að tala um eitthvað frelsi og viðskiptafrelsi og bara ef vara er svona þá má selja hann allsstaðar. Frelsi án ábyrgðar. Já, það er þessar samfélagslegu pælingar sem við verðum einhvern veginn að fara inn í vegna þess að þetta, þú getur bara jafnað þessu við því sko með flugvél. Það tekur rosalega orka að koma inn í loftið, hún flýgur vel, að því hún flýgur vel þá þýðir ekkert að slá niður mótoruna, þá bara fer hún og það skeður ekkert strax, hún bara svífur niður til jarðar, það hefur ekki afl. Þess vegna verður auðvitað það sem er númer 1, 2 og 3 í samfélaginu, það er auðvitað börn og ungmenni og þau verða að fá þennan lögbundna frið sem þau eiga fyrir svona öflum. Já. Maður veltir í fyrir sér hvort það er raunveruleg viðhorfs eða menningar breyting núna upp á síðkastið, ég veit ekki hvort þú fylgdist með því en það er ekkert langt síðan ég ræddi hérna við einn þingmann í ríkisstjórninni, Jódísi Skúladóttur og hún satt þarna í sama stól og þú situr í núna fyrir nokkru vikum og var að tala um að það væri ekki lagi að þingmenn væru drukknir við þingslit væru kannski að staupa sig og síðan færu þeir inn í þingsal og flyttu ræðu undir áhrifum og svoleiðis og svona við tókum aðeins grens líka á því hvernig sveitarfélög hlems Reykjavíkurborg hún er með áfengi í tíma og ótíma að loknum samverustundum, fundum og margt sem bendir til þess að það sé engin ástæða til þess að gera það þannig í þessu samhengi þá myndi ég á að þegar ég hóf störf í blaðamennsku þá var áfengi veitt á blaðamannafundum ég rétt náði endan á því og eftir á að hyggja þá var það ómenning ég meina ég treysti mig bara til þess að staðum það var ómenning, það var ekki menning hvað gæti skýrt ef þetta er svona tilfinning sem að margir hafa þetta bakslag hvað hérna? Ég held að sé líka sko það er þessi, við erum bara að tala um svona einhvers konar normaliseringu sko. Já, normaliseringu. Og það er alveg sérstakt sko hvernig fólk lítur á þetta eins og þetta verða drukkinni við störf. Nú var ég formaður samtaka Norrlandar félagsmiðstöð mörg ár og á þeim sögum var ég með annað fótinn í Danmörku. Já. Þar var mikill ágætismaður sem var starfsmaður danska samfélags sem heitir Ungdómsringen og ég var fljótlega var við það að hann kom svona 9:30 og hann var ekki í stuði eins og maður segir, hann var sérst greinilega búinn að drekka áfengi deginum áður og þetta er alltaf sama munstri sko, hann kom hann í vinnuna og svo hvarf hann í hádeginu og kom líðið glatt tilbaka og það var greinilega búinn að fá sér hressingu í einhverju bjór og eitthvað svona og svo fór hann bara úr vinnunni og hann fyrir bara vinninu og þetta var svona munstur dag eftir dag og ég hafði aldrei séð hann öðruvísi, þetta var mikill ágætismaður og ég kem með þá hugmynd þarna þetta hvort var ekki sniðugt að bjóða hann að fara í meðferð og
og þeim leist nú ekki mikið á það er þetta komið 15-20 ár síðan þetta var þeir sögðu þetta einn allra besti bókar sem nokkuð haft þá voru menn að taka þetta sko, það áfengi voru svo normalisera það er svo mikið hlutalífinu svo framalega sem þú getur skrönglegst í vinnunum þá var allt í lagi og þá fyrir maður að velta með þingmenn að þið getið þokkalega skamlust haldið flokkslínu eða hvað þið þurfa að gera og séu drukknir þá voru komin í dálítið ástand og þetta er orðið það sem maður verður var við núna það er ákveðin normalisering af áfengi við getum tekið til mis úrslitakeppnina körfubolta í fyrra sem dæmi, við getum fullt af íþróttafélögum við erum íþróttafélögum sem spriklar alla koppagrundir í eins og bjórdóllur í einhverju búningu eins og bjórdóllur og þykja á sama tíma pening frá viðkomandi bæjarfélögum til forvarna það er búið að sita áfengi allstar það þarf alltaf að vera og þú talar um Reykjavíkurborg og annað það er öll móment eru orðin áfengistengt og það er auðvitað ekki gott og sérstaklega ekki til dæmis á íþróttaleikvöngum þar sem maður myndi halda að íþróttir ætti að vera svona eitthvað heilsveiflandi fyrirbrigði og það eru fyrirmynd og annað slíkt. Við getum ekki verið að búa til einhverja umgjörð íþróttarhreyfinguna sem er einhverju miðaldra kallar og konur og kvár sem eru þá að södra bjór allan tíman. Það er alls konar svona sem það er alltaf verið að sýta inn. Þetta er svipað sem reykingar í bíómyndu, það eru meira heldur en raunverulegar. Það er alltaf verið að búa til að þetta eigi að vera bara, þetta er bara á að vera hluti af öllu. Og það er auðvitað dýpstu óskir þeirra sem eru að selja áfengi að svo sé. En fyrir okkur hinn þá er þetta orðið eiginlega allt og dóminarandi. Ég er nú bara áhugamaður sem hef fylgst með þessu svona tilfallandi utanfrá sem bara landsmaður en reyndar líka sem fjölmiðlamaður tíðaranda þessari þróun en sko í mínum huga þá er ég svona að skrolla aftur í minninu þá man ég til dæmis eftir færslu frá Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur sem nú er ráðherra sko þar sem hún sprengir internetið fyrir, ég veit ekki hvað ég á að segja 10-12 árum, þá langar hana sem sagt færslan er einhvern veginn svo að hana langar í hvítvín með humörnum sínum og það er sunnudagur og hún er mjög óhress að geta ekki keypt áfengi geta ekki keypt hvítvínið með humörnum sínum bara hvaða réttlæti sé í því og upp úr þessu fara sendingar með áfengi frá útlöndum ef við mann þetta rétt. Ég sko það má, við getum pattað, ég þekki fólk sem hefur ákveðna hugmyndur eitthvað, þá getur þú flutt inn til eigin neyslu, það er ekki bannað. Akkurat. En þegar þú situr þetta eina hrúgu í búð og selur í smásölu, þá er þetta bannað. Já, en sem sagt sko, eins og ég man þetta þá fer þetta svona að verða Þarna er einhver svona vendipunktur. Já, sko, þetta verður svona pólitískt leiðarstef fólks að þetta sé bara nauðsyn. Það ríkir engin neyðarsala í áfengisölu í Íslandi, þvert á móti. Við erum með módel sem að margir líti upp til. Bara örugt og fínt þjónustu og hvað menn vilja hafa og allt þetta. Þannig það er ekki neyðarsala. Það sem skeður til dæmis í þessu að þegar maður segir maður vantar að kaupa hvítin sem er reyndar hægt að kaupa í næstu búð ef við erum að tala um hagkaup þá er þetta í næstu búð sko, einhvern 5 skref í mörgum tilfellum en þá er það þannig sko það verður að normalisera að þetta sé bara hvítin og humar. Málið er það að Íslendingar almennt eru ekki með rauðvín með kjötbollum og maukdum og þó það væri svoleiðis þá er heldur ekkert vandamál að nálgast þetta rauðvín með kjötbollum ef við öllum af og þetta er dálítið dæmi um það sko að það sé orðið sjálfsagt að hafa áfengi við allar hugsanlegar og það þurfa alltaf að vera áfengi og annað slíkt. Það kom upp til dæmis í ég man eftir hjá okkur að því ég er vinna fyrir foreldrasamtök gegn áfengissönsugum. Það kom einhverja svona fæslur í í upphafi COVID faraldursins að þá fannst einhverju ungu fólki sem var þessarar hugsunar að nú væri nú rosalega gott eða væri hægt að kaupa áfengi gegnum netið. Af því að það var eiginlega sko mjög framalega í tilveru þess fólks að nálgast áfengi fremur en mitt inn í þessari krísu samfélagsins sem COVID vissulega var. Þannig að þetta er svo rosalega sérstakt. Hvað leiddi til þess að þú ákast að beita þér í þessum málum? Hefur þú aldrei drukkið áfengi? Jú, ég myndi segja að ég var hófsamur sko. Það eru margir þegar maður þarf ekki að fóbrjóta sig til þess að tala á móti fóbrótum eða vera fyrirbyggjandi. Ég held bara að það er þannig að ég er semst félagsuppsfræðingur og í þeirri hugsun þar liggur það að til dæmis gefa alls konar málefnum rödd sem ekki var sterkar rödd í samfélaginu.
þar fer maður auðvitað inn í unglinguna og börnin og þar sér maður alls konar hluti og það liggur einhvern veginn hlutarnir eðli í gegnum ári. Nú ég náttúrulega ekki unglamb lengur þó ferskur sé flestu leyti, að þá liggur einhvern veginn í því það koma upp svona málefni í samfélaginu. Félagsmiðstöðvarnar, þær eru dálítið eins og undarfari í samfélaginu. Við vorum að tala hérna áðan með unglingasöfnunina. Þetta eru hlutir sem við sem erum búin að vera þarna erum búin að sjá fyrir löngu. Og þessna eru við dálítið svona að hrópa að það þarf að gera eitthvað annað slíkt og það er alls konar svona mál sem komu upp sem þarf að gefa rödd. Og ástæðan fyrir ég fer inn í þetta er það að mér finnst bara réttindi barna og ungmenni var þessa eðlis að þau eiga bara fullkomið rétt á því að vera laus við áreiti sem kostað fyrir milljarða af einhverjum sem að selja áfengi, nikótínpúða, hvað þeir eru að gera. Unglingar eiga bara rétt ákvörðun og það misvirt. Þess vegna verður maður dálítið svona, og þetta mál hefur verið lengi vegna þess að þetta mikið baráttumál og það hefur verið þannig að menn leggja fram frumvarp til frumvarp, þannig að þetta svona mál sem bara voru lengi og þess vegna hef ég auðvitað lent í því En ég oft spurð að því hvernig ég fór í meðferð. Ég hef aldrei nokt tíma að fara í meðferð og það er ekkit issue þessu máli annað en það að þetta réttindamál barna og ungmenna og samfélagi verður að búa til ramma utan að börnin, ungmennin sem því sambúin. Þess vegna finnst mér þetta hagkupsmál að þeir komi inn í þessa ofsal ólgu sem núna að þá þeirra framlega að fara að selja brennivín. Þetta er ótrúlegt Þetta það mætti kannski líta á þetta sem svolítið viðkvæmt ástand þegar annars vegar við erum með tíma þar sem að forræðishyggja hefur verið stimpluð sem skammaryrði. Því ég held að það megi kannski bara segja það á svo mörgu sviðum. Og á sama tíma erum við með, eins og þú segir, ungmenni sem skotmörk. Valgerður Rúnarsdóttir hjá SÁA, hún sagði hér á föstudaginn að þú varst að nefna nikótínpúðan að einhverjum aldurshópum eru held ég 60% krakkana með þessa púða af því að markaðssetningin hefur tekist svo stórkostlega og margir foreldrar sem að ég held ég tali fyrir margra foreldrar sem að hafa áhyggjur. Hvað einhvern veginn til ráða? Ég held bara að það ég sé þetta bara mjög einfalt. Það er ákveðnar leikreglur í samfélaginu. Virðum þær. Segjum til dæmis bara með til dæmis áfengismálin. Ef menn eru ofsalega ósáttu við fyrirkomulag sem svona þokkalega sáttum, þá förum við bara þessa pólitísku leið. Þá fara menn í einhverja stjórnmálaflokk og vinna þetta þar og svo tekur Alþingi máli fyrir og þá fer þetta eitthvað og svo bara þá vinnum við eftir því. Það er sama með til dæmis eins og með nikótínpúðana að þar það ofboðslega hörð markaðssetning og þetta nánast auglýst eins og hollustuvara þegar við erum að taka til dæmis eins og það að við sem höfum reykt einhvern tímann að einn pakki sígarettum þótti dálítið mikið. Þessi skammtar sem að fólk að taka svona svipað eins og bara 4-5 pakkar á dag. Og þú getur ímyndaðir ef þú fær ekki nikótínpúðan þá kaupir eitthvað annað nikótín. Þannig að þetta alls konar svona hlutir. Það er bara hvernig við látum þetta að slæta svona einhvern veginn róleitum í gegn og þess vegna finnst mér þegar menn að tala um þetta frelsi frelsi eins og þetta sett upp af hálfu þeirra sem eru í viðskiptum bara grjótart viðskiptafrelsi. Það bara ég var að spjalla við mann daginn sem þeim megin og það bara ég bara selja einhverja vöru og svo það bara þeir sem neytir en það þeirra mál. Skiptir einhver máli hvað varan, það er bara ábyrgð fólksins sjálfs. Þannig að það hverfur úr þessu allt sem heitir svona samhygð og allt þetta. Það verður eitthvað svona, það verður mjög sérstætt en við þurfum auðvitað, hvert samfélag verður að hlúa æskunni og hún verður að fá fríð. Og sérstaklega þessu þjóðfélagsbreytingu sem við erum dálítið núna þar sem að fjallaðin verður dálítið meir og það er ekki sama nánd kannski eins og var í gamla daga þó að séu þetta fullt af góðum hlutum í gangi þá þurfum við að passa upp á þessi gildöld. Við getum ekki búið til samfélag sem bara að því bara og mér finnst bara og þess vegna þetta og hitt og eitthvað svona. Þú veist, það er ekkert vesen fyrir okkur að taka 2-3 aukaspor í alls konar málum ef það er í þágu fleiri en okkar sjálfra. Þannig að við þurfum aðeins að þetta orðið dálítið svona sérstaklega þess hluti. Eins og það ofboðslega margt gott í gangi og sérstaklega í umhverju unglinga og barna. Þar alveg rosalega mikið gróska og
maður sé bara svo músíktilraunir, maður sé stíl, maður sé alls konar svona flotta sjálfskapaða menningu ungmenna og óbúslega mikið af fínu hlutum. Við verðum bara, við sem eldri við verðum bara að tryggja börnum og ungmennum frið fyrir markaðsöflum. Já, maður upplifir ungmennin sem þannig að þau hafi aldrei verið frábærari en ansi brothætt og berskjölduð akkurat í augnablikinu og ef ef skortur á nánd sem þú nefnir veldur tengslarofi þá verðum við kannski öll pínulítið útsettari fyrir vímugjöfum, ekki satt? Já, það kemur sko, Viðar Halldórsson félagi minn og vinur, hann að tala um félagslega töfra sem náttúrulega algjör snilld, hann auðvitað búinn að segja okkur það sem að mörg okkar hafa séð, að það alls konar samfélagstækni sem að gera það verkum að fólk verður meira svona eitt og sér. Nú erum við að tala saman tveir og það skeður ýmislegt í þessu samtali. Ef ég hefði verið að tala við ekki Zoom þá hefðu við sennilega ekki náð þessu töfrum sem við erum að ná hér saman. Og þetta Viðar í raun og veru bara svona að benda á það augljósa. Já, þegar tveir koma saman þá verður til eitthvað stærra en summa okkar tveggja. Algjörlega. Það einhvern veginn sko þráðurinn af því að ég nefnilega vitnaði í hann í bók sem ég skrifaði og fjallar dauðan. Þá það kemur þetta ekstra sem eins og þú réttilega bendir á og verður sennilega ekki til í gegnum Zoom. Nei, og ekki gegnum upp og annars líkt. Þessna held ég til allt svona foreldrastarf. Það þarf að vera meira svona fysiskt. Það getur vel verið að það sé sko allt var ofsalega gott í gamla daga sem það var auðvitað ekki. En það alls konar svona eigindir, mannlegar eigindir og gildi sem eru klassísk. Og ef þetta verður orðið eins og maður heyrði til dæmis einhver hagræðingu þarna þeir sem að svara í síma fyrir fyrirtæki þeir höfðu alltaf svona moment til að fá sér kaffibolla og svona spjalla við næsta. Nú það þannig að þú ert alltaf lendur til það í bíð og það til þess að sá sem að vinna sé að vinna alla vinnuna alla tíma sem hann í vinnunni. Það búið að reikna út þessi mjög hagkvæmt að hann svari bara svari sko. Það alls konar svona gildi og þá fyrir maður að hugsa sko ef það orðið þannig að það sé líka rof milli kynslóða og kannski foreldrar hafa ekki jafn mikið tíma til að vera með börnum og oft hefur það nú verið lítill tími en það allt þetta og þess vegna held ég að leið og kemur einhver svona losarabræð á þetta þá pláss fyrir alls konar öfl þegar unglingar safna saman í hóp einhvers staðar í einhverju svæði sem einhverju skúmaskotum þá koma landasalar, þá koma hinir og þessir. Þannig að ef við erum ekki þarna inni, þá erum við að búa til forsendu fyrir svona einhvers konar ástandi sem ekki gott, skilur. Og það liggur alveg fyrir að ef ungmenni safna saman eftirlitslaust, þá ástæða til að hafa áhyggjur. Hallærisplanið, til dæmis að því nú erum við svona búin að fara nokkrar umferðir í tilverunni, sko. Hallærisplanið kom þannig út, hafa þannig unglingar söfnuðu saman að hallærisplanið alveg bara mjög mikið og voru skammaði fyrir að láta illa. Hallærisplanið snýrast það að unglingaskemmtistöðinu Tónabæ var lokað. Og einu kvöldi þá var bara aðstöðuleysi unglinga ekkert, það bara engin aðstæða. Og þá bara hinn klassísku sannheit unglingar hverfi ekkert. Þeir bara safna saman í þessu til þetta var á hallærisplaninu. Það verið miklu hagkvæmara og svo tóku við þetta tíma að vinda ofan af því sem tókst. En það hefði verið miklu hagkvæmara að búa til aðstöðu fyrir unglinga. Þess vegna segi ég til eins og starf félagsmiðstöðva. Ef þú vilt sýta það í Excel-skjali í raunverulegum verðmætum, þá það peningur sem kemur sko margfalt tilbaka. En þeir koma bara ekki á kjörtímabilinu. Það svo erfitt fyrir stjórnmálamenn að sýta einhverja peninga sem ekki skila sér sko innan einhvers ramma. Þannig að allt svona utanumhald, gott íþróttastarf, alls konar svona hlutir, þetta skila sér í svo miklu. Þessna held ég að sé svo mikilvægt við þurfum að undirbyggja þessa umgjörð vel á 360 gráður, skátarnir og annað slíkt, alls konar svona dæmi og svo þurfum við bara að passa að unglingar fái bara frið til að þroskast í rólegheitunum. Ég ætla að gefa þér nafni kost á að beina í lokin talið þínu til forráðamanna Hagkaups. Hvað viltu segja við þá? Bara hætti þessari vitleysu og hegða sér eins og menn og fara eftir lögum. Það ekkert flóknara það. Það ekkert flóknara það. Nei. Kæra þakki fyrir komuna til okkar. Gangi þér vel og okkur öllum í þessari baráttu því eins og þú segir, það þjóðfélagslegt verkefni að snúa
Getum við ekki bara kallað þetta öfugt þróun við? Jú, ég held að. Eða koma okkur bara inn á rétta brautir aftur, öll saman. En kæra þakki fyrir komuna. Sömuleiðis, takk kærlega. Og við víkjum þá að öðru. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.